Í götu fréttum er þetta helst. Þorsteinn Vaff, kynjafræðingur og eineltiseggur á internetinu kveður X eða Twitter. Hann með tæplega 1,4 milljónir á mánuði sem áhrifavaldur árið 2021 sem gerir hann að launahæsta aukafeminista landsins og hann karlkyns. Þetta þykir fólki skrítið ekki satt. En tíðindin eru stór. Þorsteinn Vaff postar á X-inu: Ég farin með allt mitt vakinu sojastöf yfir í bláheiminn. Sjáumst þar. Bless, bless, X. Hann skilur eftir fylgjendur sína þungt hugsi. Hvað er bláheiminn? En það er forrit fyrir fólk sem ákveður að leggja alla aðra í einelti ef þú ert ekki sammála þeirri skoðun. Ótröður Ronny Gunnarsson skildi eftir spurningu: Er bláheiminn besta uppfinning allra tíma? Brynjar Níelsson kennir þessum nýja vókmiðli að kvíði sé að aukast í ungu kynslóðinni. Að lokum fyrir Þorsteinn vörn og árás enda stór og mikill íslensku karlmaður og segir: Þeir sem setja nafn sitt við draslis og götustráka mega algjörlega fokka sér og að halda með þessari tengingu sé ekki afstæða er vægast sagt trillt ignorans! Sem talsmaður réttlætis og kærleiks eru menn vonsviknir út í Þorsteinn þar sem hann kýlir niður enn og aftur. En á grúppinu Fyndni frændur á Facebook má sjá við 30 kommentir steina eins og: Eru svona skrif lögleg? Þarf þess ekkert að taka ábyrgð á því sem hann skrifar? Þetta fólk kallar aðra svo fasista. Þetta mitt cue á að kaupa áskrifti á götustrákum og pítsu í kvöld. Þoli ekki svona forræðishyggju, stjórnun. Þessi aðferðafræði er ofbeldi samkvæmt cancelkultinu, en af því að þeim finnst sín aðferðafræði svo rétt, þá er hún í lagi og réttlát. Galin, afneit. Það er nefnilega það. En Steini og hans kulthópur verður alltaf á móti götustrákum. Af hverju? Er það út að við erum með hreina sakaskrá? Eða er það út að við erum ekki að stalka kvenfólk? Eða út af því við erum í sambandi með heitum gælum sem við komum vel fram við? Við vitum það ekki. Einungis Vók-herinn getur svarað því. En við höfum fengið hótanir frá þeim líkamsmeiðingar. Er Finnbogi nokkuð kall hótað að rota jeppakallinn. Er þetta jafnrétti? Ég bara spyr. En kærleikurinn vinnur alltaf á endanum. Jafnvel þótt pizzan hafi slitið samstarfið við okkur. Þetta voru götu fréttir. Fylgist með í næsta þætti. Yfir og út.